að sögunum ykkar. Harry Potter, Lord of the Rings, Star Wars, Holy Grail, Pirates of the Caribbean og Narnia. Bókmenntafræðingar hafa leikið sér að því í gegnum aldirnar að skilgreina sögur og flokka þær. Og til dæmis ef þú ert inn á bonusvideo.is að þá getur við klikka bara á gamanmyndir, spennumyndir, hrollvekjur, eða ekki? Og þetta allt saman sögur. Þegar við heittum Hollywood sögurþráðinn, Hollywood ending, eitthvað. Hollywood sögurþráður og Hollywood endir, hann ekki búinn til í Hollywood. Langt frá því. Fornbókmenntir eru unnar eftir sömu uppskrift og Hollywood myndir. Og þessi maður hérna, Christopher Booker, hann með þá hugmynd að hægt sé að skipta öllum sögum niður í 7 sögur. Þessu bara til 7 sögur í heiminum. Og það eru til margir sem hafa gengið á undanárunum og verið með 26 sögur, eða 30 sögur, eða 40 sögur, eða eitthvað. En burtséð frá því hver hefur rétt fyrir sér í þessu, að þá könnumst við öll við það að vera að horfa á mynd eða lesa bók og við vitum alveg hvernig frammyndan verður. Okkur kannski komið á óvart einstöku sinnum, eitthvað. En við vitum samt alveg að þau enda saman í lokin. Eða aðal söguhetjan deyr ekki. Eða eitthvað. Ok, nú skulum við tala þessu grunnsögur út frá Christopher Booker og ég ekki að kenna ykkur þetta sem heilagan sannleika, heldur ég að kenna ykkur þetta sem leið fyrir okkur til þess að ræða til dæmis hvar þessar sögur eiga heima og sögurnar sem við erum að vinna með í daglegu lífi. Ok, saga 1. Nú byrja ég hérna. Þú voru að skrifa fyrir, ég skrifa svo hérna. Saga 1. Skrímslið sigrað. Eru það spennt? Ég með önd í hálsinn. En ekki? Já. Þetta saga sem fjallar hetju. Og hetjan, hún lærir af því að það illska sem ógnar landinu. Og hann byrjar að undirbúa sig til þess að leita það uppi og drepa. Næst kemur træðumstig. Skrímslið að það sýnir sig. Valda sér yfirþyrmandi. Það getur verið rándýr. Það er bara skrímslið sigrað. Bara skrímslið sigrað. Það getur verið rándýr, einhver sem að drepa fólk í landinu. Það getur verið eitthvað skrímsli sem að verndar það sem skiptir máli. Drekinn sem að liggur á gullinu. Eða vondanornin sem að með prinsessuna, konungsdótturina í haldi. Skilurðu? Eða kannski þetta skrímsli sem brjálað yfir því að það sé búið að stela einhverju frá því, Þú veist, þið kannast öll þessi stef. Og svo kemur martraðastigið. Og þá hetjan og skrímslið að berjast. Og hvernig endar það? Skrímslið sigrað. Skrímslið sigrað. Og hetjan fær... Alveg. Já. Ríkið, prinsessuna, fjársjóðinn. Eða ég alveg allt þetta. Saga 2. Og hún heitir Frá fátækt til ríkidæmis. Eða Rags to Riches, eins og maður myndi segja það einsku. Já. Sagan hefst með ungri, óhamingjusamri hetju. Hún hjá vondu fólki. Eða hann í grimmri fátækt. Eða býr undir harðstjórn suburban. Og hetjan, hún brýst úr álögum sínum og fer út í heiminn og upplifar sigra, en takmarkanir, eitthvað stendur í vegi fyrir ríkidæminu og svo kemur krísa. Hún sem lagði af stað allt fyrir á versta veg og hugsa með sér, ég hefði átt að vera heima. Hetjan jafnvel slitinn frá því sem að henni kærast eða honum kærast. Og svo kemur lokaglíma, það getur verið bardagi, eða það getur verið eitthvað annað. Allt í enn þarf hetjan að sanna það að hann eða hún sé verðugur þess, eða verður þess að fá stúlkuna, eða ríkidæmið, eða hamingjuna, eða hvað það sem að ríkidæmið felst í hverju sinni, og hvernig endar það? Og okkur finnst það í lagi, vegna þess að hún búin að sýna það, hetjan búin að sýna það, að hann eða hún sé verður. Ok? Þriðja mynd 3. Saga 3. Og það leitin.
eða The Quest, leitin. Okay. Það er með hetju sem að tollir ekki við heima. Hún lærir fjársjóð, hún lærir grænni haga, þá að selja búgarðinn og hann þarf að bjarga því með því að eitthvað fara út og finna fjársjóð eða eitthvað. Og hann leggur af stað á hættuslóðir. Og aftur, eins og í öllum formúlunum, andstæða, skrímsli, fristingar, þarf að fara í undirheima, eitthvað brjálað, lokaglíma, hetjan þarf að sanna sér vel með, og það endar með því að Saga 4. Saga 4 er líka ferðasaga, en hún er pínu ólík hinum sögunum. Saga 4 heitir Ferðalag og heimkoma. Saga 4 að hún fjallar hetju sem að óvænt er dottin inn í ævintýraland þar sem að upp er niður og hægri er vinstri. Þar sem hún þekkir ekki. Og upphaflega að þá er þetta ævintýraland eða annarlega ástand eða parallel universe eða geimveiru, ég skilur til í óteljandi myndum, ótrúlega spennandi og skemmtilegt. En Adam var ekki lengi í paradís, eitthvað. Það kemur tregða, það kemur andstaða og heimurinn verður dimmari og dimmari og dimmari. Það kemur skuggi inn í veruleikann og það endar með því að hetjan þarf að mæta einhverju ógn. Og það endar með því að hetjan sleppur heim og við sjáum söguna sem lúpu. Þú ert komin heim aftur til sjálfsmynds, aftur í lífið. Þið sjáum hvað þetta er allt saman svipað í raun og veru, en þetta eru samt svona tefnir sem við þekkjum út af öðru. Nei, bara úr sakta heim. Þetta sagan er komedía. Og ég nota ekki grínmynd eða grínsaga, gamansaga, heldur komedía. Vegna þess að komedíu snúast mjög sjaldan bara það að hlæja, eða einhver að gera það, þú veist, kúpa, eitthvað. En sem á kannski meira heima til staðar annars staðar, þetta í komedíu. Komedía eru sögur sem að fjalla tengsl, fjölskyldutengsl, sem eru skökk, sem eru öðruvísi. Jón og Gunnar sem eiga að vera saman eru gift Pétri og Jón er giftur Pétri og Gunnar er giftur eitthvað, þú veist. Og allt fer á annan endan og það er einhver brjálaður misskilningur í gangi. Pétur heldur að hann sé kona og eitthvað skilur upp. Ertu að tala típiskar, amerískar þætti, sitcoms eru dásamleg dæmi svona. Ertu að tala eins og My Family og eitthvað svona? Já, akkurat. Og grínið í svona snýst alltaf annað misskilning eða eitthvað sem er ekki eins og það á að vera. Þau eiga að vera saman og þau gefið skinn í byrjun þáttarins og þau vita það allir, en þú veist, eitthvað. Og leið og þau eru komin saman, þá er einhver önnur sem eiga að vera. Og úrlausnin þar er ekki hetjan snýr heim eða skrýmslið er sigrað eða fjársjóðan er fundinn, heldur allt verður eins og það á að vera. Skilurðu? Misskilningurinn er leiðréttur, sambandið er komið á aftur, eitthvað. Og ástarmyndir byggja oft upp á þessu líka. 6. Harmleikur. Í harmleik þá erum við að skoða skrýmslasöguna aftur á bak. Í raun og veru. Hetjan er sá sem er illur á einhvern hátt. Og við fáum hetju sem festir sjónar á einhver sem þráir eða er þegar komin með eitthvað sem þráir, völd eða eitthvað, nema það er rangt. Og við fylgjumst með því hvernig andhetjan fer í gegnum það stig af stigi að vera að missa það sem hann er með von og herðatökin og endar með því að illskan magnast og er sigruð annarkvort af einhverju hetju eða örlögunum, mætir örlögunum sínum og fellur. Og sagan verður búin og enduð og góð þegar að
hetjan fellur. Ég sko Hamlet og Lear konungur, Ríkharður III, Shakespeare í nútímanum. Já, hérna, Hannibal Lecter, hann hetjan í myndinni. Sjáðu ég fyrir ykkur sko, Hannibal Lecter eftir þessari formúlu. Þú veist, leynilöggast, þú kemst að því að það verið að borða fólk, eitthvað. Þú veist, það ógn sem steðjar að landinu, þú veist. Nei, þetta frá hinum sjónarhornum. Sko, við erum hérna... Seven. Já, Seven. Hérna, og hvað heitir hún hérna, American Psycho? Já, American Psycho. Þú veist, já. Og þetta er alltaf þannig að sko, lesandinn, áheyrandinn, horfandinn, hann hefur samúð með hetjunni. En hann samþykir ekki það sem er í gangi, hann getur það ekki, af því það er illt, bókstaflega. Og niðurlagið verður að vera að hann missi völd, er handtekinn eða deyr eða eitthvað sko. Það er ískan hætti, annars er ekki komið niðurlag. En harmleikurinn er með sko valdakallin sem sjónarhorn. Og svo, 7. og síðasta sagan er harmleikur líka, nema hún heitir Endurfæðing. Og það er þá saga af einhverjum sem að verður fyrir illum áhrifum. Það kemur skuggi inn í líf hans og hann fer að gera eitthvað rangt, eins og í harmleiknum, nema þegar áætlanir fara á versta veg að þá sér hetjan að sér og breytist, sko, yfirleitt byrja sagan með ungri hetju sem verður andhetja sem breytist í hetju aftur. Eins og við og dýrið og ef þetta væri akkurat dýrið. Já, þú veist bara svartið. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Og Star Wars er sko dæmigerð endurfæðingarsaga sé hún slutuð í heild sinni. En sé bara skoðu fyrsta myndin, sem hann ætlaði bara að gera eitthvað eða eitthvað, þá er það skrimsli sigrað saga.